Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Það kom til umræðu hérna í síðustu viku. Ég held að það verið Morgunblaðið sem komið frétt það að það verið sáralítið kennt af bókum Halldórs Laxness í íslensku í framhaldsskólum og efri bekkjum grunnskólum eins og kannski margir okkar eldri heldum að væri. Það spannst alls konar umræðu þetta og einhvern veginn satt ég hérna við borðið og það var verið að ræða þetta og ég sagði að dóttir mín, hún að lesa sjálfstætt fólk í framhaldsskóla og þá var mér svo að þá hún í MH. Og hingað komin Hildur Ýr Ísberg sem íslensku kennari í MH og það heldur það sér rétt að þú sért svo eina sem að kenna sjálfstætt fólk? Nei, við erum 9 í minni deild og það eru 4 skólar sem kenna sjálfstætt fólk, samkvæmt Morgunblaðinu. Það var hún Elínborg Unna sem var nú hjá okkur í MH sem skrifaði þessa frétt og 9 sem kenna einhverja skáldsögu eftir Laxness, þannig að við erum ekki alveg ein. En við höldum mjög fast í hana og við viljum hafa hana, við kennum hana líka á alþjóðabrautin okkar, IB-brautinni. Okkur finnst ekki hægt að útskrifast úr MH þess að hafa lesið sjálfstætt fólk. Má ég byrja eiginlega öfugt og spyrja, af hverju heldur að aðrir skólar séu hættir að kenna sjálfstætt fólk? Nú aðalnámskrá mjög opin. Það sem stendur í aðalnámskrá val á námsefni að nemendur að lesa fjölbreytta texta frá ýmsum tímum. Í raun og veru ekkert sem segir þau einu svona að lesa skáldsögu. Hvað þá Laxness eða Íslendingasögu eða sjálfstætt fólk. Ég gerir ráð fyrir því það dynur á okkur stanslaus krafa að nemendur eigi að fara sem hraðast í gegnum nám. Nú nýbúið að stytta framhaldsskólann svona tiltölulega og þá sem sagt dynur á þessi krafa að mæta nemendur þar sem þau eru stödd og við verðum að hlýðra til fyrir sem flestum og þau verða nú að ná að klára sitt nám og allt þetta. Það sem sagt ekkert skrítið. Það ýmislegt við þurftum að stytta og klippa af okkar námsefni við styttingu framhaldsskólans. Það ekkert skrítið að reyna þá að koma öðru fyrir á kostnað þessar tímafreku bókar. Þá það bara að því hún svo þykk, þannig að þá velja að kenna það kannski þinnri bók bara, bústu koma strik eða eitthvað. Og ég meina mögulega, eins og ég segi, krafan allstaðar að mæta nemendum þar sem þau eru og þetta heyrir maður alltaf á allstaðar. Ég svolítið á móti. Hvað merkir það að mæta fólki þar sem þau eru? Þá getur ekki kennt mikið fólki að mæta því bara við það sem það kann. Nei, ég alveg á móti því að mæta fólki þar sem þau eru, ég svo leiðileg. Ég vil toga fólk eitthvað annað. Ég vil að þau komi til mín og græði eitthvað á þeirri veru og auðvitað viljum við það öll. En það mikilvægt að kveikja áhuga nemenda á námsefninu og ég dæmi sannarlega ekki aðra skóla eða kennara fyrir að velja það sem þau telja best. Í þeim efnum. En af hverju veljið þið sjálfstætt fólk? Við veljum sjálfstætt fólk af því að okkur finnst Halldór Laxness, hann okkar Nóbelsverðlaunahafi, hann okkar Nóbelsskáld. Þessar 3 þjóðfélagssögur á 4. áratugnum, sjálfstætt fólk, náttúrulega kemur í kjölfarið á Sölku Völku og svo Heimsljós og það verið að deila á mismunandi hluta þjóðfélagsins. Okkur finnst þessi þjóðfélagsádela og umræða mikilvæg og svo það þessi flókna afstæða sem að bókin krefst þess að lesandinn taki. Af því að aðalpersóna bókarinnar Bjartur í sumarhúsum, hann ekki endilega góð manneskja. Hann eiginlega andhetja bara. Hann að mörgu leyti andhetja og hann fórnar öllu, til þess að reyna að ná fram sínum markmiðum og það viljandi gert held ég því að það verið að sýna að þetta ákveðið mótvægi við Ísaki gróður jarðar sem að rífur sig upp á sínum stígvélum eins og þeir segja í Ameríkunni og bara tekst allt sem glímir við erfiðleika en hún tekst þetta allt. Vegna þess að hann leggur sig fram og já, af því það allir sem leggir sig fram að þeir geta rífið sig upp á stígvélunum eins og segir. Akkurat og þú veist og það nóg að vera duglegur og það vita það allir sem horfa á segjum leikskólakennara eða starfsfólk á elliheimilum að sannarlega eru þeir ekki ríkastir í þessum þjóðfélagi sem eru duglegastir. Og það mikilvægt að ræða þessar hluti. Það mikilvægt að skilja að aðstæður Bjarts eru hræðilegar, honum mætir ósanngirni, yfirvaldið tekur ekki rétt á honum, tekur allt af honum sem hann hefur barist fyrir, notar hann í sína þágu.
þetta á hann ekki skilið og af því að þetta á enginn skilið. En hann kúaður og svo kúar hann sitt fólk. Sannarlega, eins og ég segja, hann ekki góð manneskja, hann ekki fyrirmynd, en hann á samt sem áður skilið réttlátt samfélag eins og við öll. Þetta eins með Íslandsklukkunni og Jón Hreggviðsson, hann hræðileg manneskja sem reynir að selja dóttur sínu fyrir tóbak og þetta ekkert maður sem maður á, við höldum með hann að því hann dálítið fyndinn og skemmtilegur og eins og Bjartur, hugrakkur og þolgóður. Bjart prýðir allt sem að Íslendingasögu hetjur hafa í rauninni og þarna held ég að Laxness sé að deila á þessa hetju ímynd að það sé nóg að vera bara sterkur, duglegur, þolgóður, hugsa sína sæmd. Og svona góður í að skjóta á milli samanbindna að vara svona góðum svona one-liners. Já, akkurat. Svona Clint Eastwood í vestra. Já, akkurat. En maður myndi kannski ekki endilega vilja að samfélagi verið fullt af eintómum Clint Eastwood karakterum. En krakkarnir, bók sem skrifuð inn í sín samtíma og eitthvað leyti, en líka svona með eilífað þræði, langt aftur. Flyst hún vel á milli kynslóða? Sko það alltaf dálítil áskorun að koma okkur inn í þetta samfélag. Ef að okkur sem erum á mínum aldri og eldri viljum láta okkur líða dálítið vel, þá þegar ég var að reyna að fiska ritgerðarefni upp úr einum nemanda mínum og sagði hvað finnst þér áhugavert við sjálfstætt fólk, þá sagði hann, já, hún gefur svo góða mynd af lífinu á 20. öldinni. Og ég sagði, já, við upphaf 20. aldarinnar. Og það alveg merkilegt fyrir þessa krakka að sjá það að fyrir 100 árum, fyrir rúmum 100 árum, það svo stuttur tími, lífið hefur gjörbreyst og það alveg svolítið merkilegt að upplifa þetta í gegnum þessa bók. Af því að þessi bók svo mannleg og persónurnar svo, þær ná svo vel til fólks. Ásta Sóllilja og Rósa, börnin hans Bjart og finna þetta karakterar sem að ná okkur og ungmenni yfirleitt aldrei hrifin af því, svona, sko, þetta ekki góðsetning, ungmenni hrifin af því þegar einhver óréttur beittur, en þau hrífast með og vilja þá svolítið standa með manneskjunni. Og þá komum við aftur að því hvað það flókið að taka afstöðu með aðalpersónunni í sjálfstæðu fólki. Það flókið að standa með einhverjum sem okkur líkar ekki við, að átt okkur á því að þessi manneskja á samt skilið að það sé vel komið fram við hana, jafnvel þó að hún gerir hluti sem okkur líkar ekki. Þetta ræðir fullorðið fólk ekki alltaf við. En svo aðra persónur sem maður getur staðið með í. Alveg 100%, já. En svarið, ég nefndur það svo veitni, að gefa góða mynda á 20. Þá þetta líklega ungmenn í dag sem horfir á 20. sem svona, það bara gamla daga. Já. Ég nefndi dóttir mína áðan, hún segir þetta við mig, þetta eitthvað 1900. Það var hún að dissa mig svolítið niður að þessi þýði ekki að vera að bjóða upp á eitthvað. En þá skynjar maður að hún tekur það bara sem eina kökusneið á meðan að ég fæddist þarna upp úr miðri 19. öld og þetta alls konar gamli dagar. 20. fyrir ekki, alls konar gamli dagar og ekki svona eiginlega einir ekki samfella, sko. En ungt fólk í dag geti litið á að þetta væri raunsönn mynd af lífinu á 20. öld. Algjörlega, og ég meina, þetta raunsönn mynd af lífinu á 20. öld, bara kannski ekki alveg allir í. En þetta, við kendum valáfanga í Laxness sem nemendur báði þeir skiluðu undirskriftalista. Hann var kendur lengi í MH en lagðist svo af og þau vildu endurvekja hann og fengu það. Og við vorum 3 sem kendum hver sína bók eftir Halldór Laxness og þau áttu dálítið erfitt með að tímasetja, ég held að það hafi verið heimsljós. Og þetta líka svolítið sjálfstætt fólk, af því þetta gæti verið við upp á 20. aldar eða við upp á 19. aldar eða jafnvel 18. aldar þangað til við komum að því að leggja þjóðvegi og þess áttar. Það ekkert alveg auðvelt að átta sig hvenær hún gerist af því að lífið svo keimlíkt á þessum tímum. Það hefði verið það og svo kannski 300 ár þar á undan. Já, ég segi það. Þannig að það nú kannski ekkert undarlegt að þau... Kenduð þá í einum áfanga Sölku, Heimsljós og Sjálfstætt fólk? Nei, við kendum, það var, byrjuðum á Heimsljósi, Hugrún, samstarfskona mín, kendi hana. Ég tók við með Íslandsklukkuna og svo Rósa Maggý með Brekkukotsannal. Og við ákváðum að kenna þetta í svona tímaröð en vildum einmitt taka fyrir fleiri tímabila en
Þetta er það krakkar sem eru þegar búin að taka sjálfstæðsfólk. Mörg þeirra voru búin að því, sum voru að lesa á sama tíma. Ég held að þau hafa nú öll verið annarkvort í eða búin með áfangan. Hún Una Ragnarsdóttir sem að, var nú með innslagi lestin í gær þetta málefni, hún tók þennan áfanga hjá okkur. Það er ýmislegt sagt Laxness, eitt sem er að það var að setja niður á eðlilega starfsendingu svo unga fólki geti lesið það. Er það raunverulegt? Þegar maður ekki tekur mann meira svona sjöblaðsir og venjast þessu? Ég veit það ekki, sko. Ég sem lesandi er alltaf dálítið meðvituð starfsendinguna hjá honum. Þannig að það kannski heldur mér frá því að sökkva mér niður í söguna alltaf, sko. Að því ég tek alltaf eftir þess að því þetta er öðruvísi. Það er hægt að fá sjálfstætt fólk með nútímastafsendingu. Hún var raunar, fyrsta útgáfan með nútímastafsendingu, hún var styrkt af menningarsjóði, þannig að ef maður vill fara í upprunnan þá er hún þannig til. Ég held ekki að þessi úrslita atriði hvort þið skilji þessa bók eða ekki, hvernig hún er stafsett, það held ég ekki. Nei, það frekar kannski svona stílinn og... Já, og það er náttúrulega ákveðin stæll yfir þessu, sko, að vera svolítið öðruvísi. Já, en það er líka svona stílinn, þetta er kannski svolítið langorður stíl. Já, það eru, ég held að ungmenni, þessi samtölu milli sveitungana, ég held að þau séu þeim svolítið langdregin sérstaklega, af því þau eru svo, þau eru svo fyndin, þau eru bráðskemmtileg, en ég held að það sé erfitt að skilja það þegar maður er 17 ára. En þetta hefur vakið mikla umræðu og örugglega í tímum hjá ykkur. Já. Þannig að eru þið ekki að ræða í tímum hvort það er að kenna Laxness og hvers vegna og hvers vegna ekki? Ég ákveðin að gera það áðan, sko, því að nú er ég búin að ræða talsist þetta og eiginlega eina fólkið, ég letið ekki, ég skrifaði nú einhverju skoðanagrein þetta, en ég letið ekki lesa hana. Ég sagði, þið viti þetta, hvað ég er að segja, því ég hef sagt ykkur þetta svo oft. En ég spilaði fyrir þau innleggið í lestina, ég spilaði fyrir þau pistilunar Unu og viðtölum við krakka úr MH og MR og spurði svo hvað þeim fyndist og þeim fannst, það var enginn sem vildi hætta við sjálfstætt fólk. Þetta er náttúrulega fólki sem er búið að leggja það á sig að lesa hana. Þau vildu, eitt þeirra sagði, ef við kennum ekki Laxness, hvað á þá að kenna? Þetta ef hann er okkar besta skáld, hann fékk Nóbelsverðlaun. Þetta er eitt af höfuðskáldum 20. aldarinnar. Hvað annað ættu að læra? Ég hef stundum sagt við þetta borð að ég upplýði eins og ég var eiginlega svona síðasta kynslóðin sem taldi það að ég þyrfti að lesa Íslendingasögurnar, lesa Laxness og Þórberg og gott ekki Gunnar, bara áður en að ég yrði marktækur í samfélaginu. Þetta er ekki lengur svona, ég finn það á börnunum mínum, ég á börn líka sem eru fertugt og þetta er bara ekki þannig. Þannig að svona þessi sem að getur verið fólk á mínum aldri og fyrir ofan, hvaða mikilvæg þeir litu á þetta, ég held að það sé svolítið skökkmynd, að þú getur vel lifað í íslensku samfélagi á þess að vera sérstaklega mikið vel að þeir í Laxness, en kannski betur að þeir í alls konar amerískum sápum, þar sem að fólk er að vitna í daginn út og daginn inn. Ég sko, það hefur alltaf allt eitthvað til síns ágætis, menningarefni þetta er bara gott og gilt, alveg sama næstum því af hvað tagi það er og umræður sögur alltaf, finnst mér dálítið góðar. En jú, ég held að það sé alveg rétt að sé hægt að lifa góðu lífi án þess að hafa lesið Laxness og það er auðvitað ekki náttúrulega lögmál að lesa Halldór Laxness í framhaldsskóla. Mér finnst miklu mikilvægara að við lesum leggjum áherslu á krefjandi bókmenntir sem krefja nemandan einhvers konar afstöðu. Það finnst mér mjög mikilvægt. Það var efnislega afstöðu, ekki krefjandi að þessi erfiðu texti? Mér finnst alveg mikilvægt að þau lesi, að bara þau kljáist við alls konar erfið verkefni, bæði erfiðan texta og flókna afstöðu, að þau læri að taka inn í myndina alls konar sjónarhorn. Það er dálítið erfitt í okkar svona polariseraða samfélagi, þar sem að afstæðan er oft svo svart-hvít, annarkvort ertu með eða móti bólusetningum, þú mátt ekki setja neitt spurningamerki við þetta. Þá er svolítið erfitt að raða sér meðvitað á enga hlið og reyna að sjá sjónarhorn allra, en á sama tíma finnst mér það eitt það allra mikilvægasta til að kenna ungu fólki að
við höfum okkar bakgrunn, okkar sjónarhorn, við erum í samfélagi saman, við þurfum að geta lifa hvert með öðru og þá þurfum við að geta hlustað á hvert annað og við þurfum að geta skilið sjónarhorn annara. Og skáldsögur eru best að tækja til þess að kenna þetta? Algjört lykilatriði að kenna bókmenntir. Það svo mikill gluggi inn í líf annara og hugsanarhátt. Og það reyna svolítið á krakkana með þeir í námi, að það þá líka að ef bækurnar bara verður alltaf þynnri og þynnri, að þá kemur út úr mentó og þú lest ekki mikið þykkari bók að þetta. Já, ef þú kemst ekki, það sé gott að komast í gegnum eina svona þykka. Það náttúrulega æðislegt að hafa verið búin að lesa eina erfiðustu bók þessar lands og þá treystir þér í hvað sem er. Ég sagði við það áðan, ég held að ég myndi kannski segja að Gerpla væri erfiðar en sjálfstætt fólk, en ég myndi ekki raða öðrum Laxness-bókum eða öðrum íslenskum bókum yfir hana held ég. Ég held að hún sé með erfiðari bókum, meira krefjandi bókum, íslenskra bókmenntasögur. En hvað krefjandi við hana? Ég meina, hún eins og þú bendir á, hún löng, þetta mikil saga. Þú þarft að skipa þér í lið með alls konar persónum, sumar þeir eru ógeðfelldar. Hún krefst þess að þú horfir bæði á samfélagsgerðina, á hvernig samfélagið byggt upp. Boðskapurinn nátengdur því að Bjartur getur fórnað öllu sem hann vill, en hann mun aldrei ná markmiðum sínum af því að samfélagið mun ekki leyfa honum það. Hann fær að fara ákveðið langt og svo kemst hann ekki lengra. Á meðan Ingólfur Arnarsson Jónsson sem að, ég veit ekki hvort ég þora að segja frá því á opinberum vettvangi, ég líki stundum við Kim Kardashian, vinkonu mína frá Pasadena, Kalifornía, því að hann eins og hún byrjar ekki á núllpunkti, hann hefur forgjöf, hann af auðugri fjölskyldu og voldugri fjölskyldu, og það bara þess vegna okkur boðið upp á hana samanburð í fyrsta hluta landnámsmann Íslands. Þá höfum við Bjart, landnámsmann Íslands í 30. lið og svo Ingólfur Arnarsson sem Jónsson en fær að heita Ingólfur Arnarsson Jónsson til að undirstrika það að þetta okkar fyrsti landnámsmaður. Þetta hetjan í okkar hetjusögu. Já, og hann á meðan að nú dreg ég ekkert úr því að Ingólfur Arnarsson Jónsson gerði alls konar og var ágætlega duglegu maður held ég, en Bjartur vann 16 til 18 tíma á dag allt sitt líf og misti það allt, á meðan Ingólfur Arnarsson Jónsson sem bjó við massíforréttindi, hann varð forsætisráðherra Íslands í bókarlok, svo ég spilli þessari bók nú fyrir þeim sem ekki hafa lesið hana. En þau skömmuðu mig áðan fyrir að sletta, þannig að ef þau mitt fólki, sjálfstæði fólki, þannig að þau gera það aftur ef þau sjá þetta viðtal. En þú leggur áherslu á stéttarvinkilinn í sögunni? Við skoðum þennan samfélagslega boðskap mjög mikið, já. Við skoðum líka það sem mér finnst vera mjög mikilvægur liður í þjóðfélagsádeilunni, í öllum þessum þjóðfélagsádeilubókum eru konur og börn sem eru beitt ofbeldi, bæði heimilisofbeldi og kynferðislegu ofbeldi. Mér finnst, það nú svo sem, ég hef nú aldrei lesið lærða grein það málefni, en mér finnst augljóst að þetta var skáldinu hugleikið. Þetta hluti af því sem hann vill deila á. Þessi, eins og Ólafur Kárason myndi segja, 111. meðferð á konum og börnum. En þegar ég var að segja þarna var svona kynslóðarbundið mikilvægið, að það var kannski svona einfaldri menningarheimur sem að mín kynslóð gekk inn í og kannski fólkið undan mér. Það sem var eiginlega, þetta ræða bara eiginlega þessum kanónunni bara í tímaröð og þú gætir komið fyrir í svona 2 hillum á góðu heimili. Það náttúrulega því að það alls konar sem ekki fær að vera með í þessari kanónu. Það var svo þröng, sko. Já. Þannig að þá hugmyndin, sko, hvort að það sé ekki, og kannski að Laxness tilheyrir því að það sé eitthvað svona kanóna sem við höfum, sem að megi kannski aðeins hvílast. Ég pröfaði í einhverju samtali daginn að segja, kannski var bara gott ef að Laxness gleymdist í eina kynslóð og þá fengjum við svona nýjar túlkun á honum þegar hann enduruppgötvaður, að því að sumuleyti hefur svona meðtöku sagan á honum verið svolítið erfið. Þú til að vísa í það svona saman hvað við að gera við Bjart. Já, það svona meðtöku saga Íslendinga á Bjarti bara frekar erfið. Sko, þessi saga og rannsóknir á þessari bók dálítið merkileg vegna þess að nú hef ég verið að skoða henni og að vinna aðra
rannsókn í þessa bók sem ef ég hef einhvern tíma til að klára hana kemur hún kannski út. En það hann svo langt á undan sinni samtíð þegar hann lýsir kynferðisofbeldi föðuríkar dóttur sinnar, þegar hann lýsir nauðgun á þessari sömu dóttur af hálfu kennara hennar. Og afleiðingum þessari nauðgunar. Þetta eru erfiðir kaflar. Það var nú skautað fram hjá þessu í minni kanónu kennslu þegar ég var í framhaldsskóla og konur á mínum aldri og eldri eru oft mjög reiðar út í þessa bók út af því að þær fengu ekki að ræða þessi atriði. Það er skautað yfir þetta og Bjartur afsakaður fram og tilbaka. Og það þá í meðtökunni? Já, það er ekki hægt að saka afstöðu höfundinn? Nei, ég held ekki að ég held að þarna litist afstaða fræðimanna og kennara til Bjart. Löngunin til þess að hann sé hetja hefur þarna ákveðna yfirhönd í þessari umfjöllun. Og ef það er fjallað ofbeldi það sem að Bjartur beitir ástu, þá er það yfirleitt á þeim forsendum, þetta er ekki algilt, en yfirleitt á þeim forsendum að hann sjái að sér og þá væntanlega átt við að hann nauðgar henni ekki, hann misnotar hana bara, þannig að voru gæsalappir utan þetta bara hjá mér. Það eins með nauðgun kennarans að það er yfirleitt bara fjallað það að hún sé kannski í ástarsorg og hann smita hana berklum, eitthvað svoleiðis. Við náttúrulega eigum það til að gleyma því hvað stutt síðan við fórum að geta rætt ofbeldi í þessu samfélagi. Það er svo stutt síðan að við vissum bara ekkert hvað við áttum að segja. Þannig að kennarar sem að bara kunni ekki að taka þessu umræðu kannski sögðu hluti á borð við það er nú flóknar en svo og þess áttar. Og þá verður úr svona mjög undarleg blanda, það er það sem að höfundurinn leggur á borðið, að í áratugum saman að þá er samfélagið ekki tilbúið að taka því. Algjörlega. Og hylmir yfir það sem er í bókinni og þar alveg kemur mjög brengluð mynd af persónu bókarinnar sem að festast í þjóðarsálinni og mér finnst ég alltaf að sjá þetta þegar verið að setja þetta upp í leikhúsum. Það er annars vegar verið að setja upp verkið. Síðan þarna ykkur slíkja sem er móttökusagan sem að þeir sem eru að standa að uppsetningunni telja sig einhvern veginn hafa skyldu til þess að einhverju leyti hlýða. Ég hef aldrei séð það sem er bara brotið. Ég held að, mér finnst ekkit endilega, eins og ég segi, mér finnst ekkit endilega náttúrulögmál að Laxness sé allstaðar og alltaf kenndur, en ég held ekkit endilega að það þurfi að hvíla hann í eina kynslóð. Ég tel að þessi endurnýjun sé nú þegar hafin með, við sjáum eins og hana Unu okkar Ragnarsdóttur sem skoðar þetta og það munu koma fleiri sem að munu gera uppreist gegn þessum gildum. Örugglega okkur líka í MH, það er bara gott. Sem þá ekki uppreist í bókinni, heldur frekar endur reist bókarins. Nýr lestur, það er nú alveg komin tími til. Þú ert að kenna krökkum, þú sér þetta segin, þetta bók sem hægt er að kenna en það er gaman að kenna krökkum þessum aldri. Já, þau eru frábær, það er gaman að kenna þeim. Ég hef kennt á öllum skólastigum, ég hef kennt, hafði nú stuttaviðtölu leikskóla svo sem, en ég kendi lengi í grunnskóla, ég kendi í háskóla, en framhaldsskólastigið er svolítið mitt skólastig. Þau eru svo ástríðufull, þau eru svo tilbúin að takast á við alls konar áskoranir, þau eru svo tilbúin í að ræða hlutina, þegar þau eru einstrengingslega, því að maður er það alveg stundum maður úlingur, að þá eru þau svo tilbúin til að skipta skoðunum, að taka rökum og það er frábært að kenna þessu fólki. Ég meina stundum þreytandi eins og bara, við erum allir bara fólk, Þannig að þú telur það að hugmyndum að mæta þeim á þeirra stað sé eiginlega eitthvað leyti svona niðurlægjaðu? Ef að það að mæta þeim á þar sem þau eru þýðir að við teljum að þau geti ráð ekki við ákveðnar hluti og við ákveðum hvað að treysta þeim ekki til þess að takast á við ákveðnar áskoranir. Þá vil ég ekki samþykkja það að mæta þeim þar sem þau eru. Þau verða að fá að takast á við. Þau eru ekki ánægð með þessa umræðu að þeim sé ekki treystandi fyrir þessum textum. Þau vilja fá áskoranir, þau vilja gera erfiðar hluti. Þau vilja það, þeim finnst það og þau vilja það, en ef þú spyrð, viltu lesa sjálfstætt fólk, þá færðu kannski já,
af því að og þau segja það alveg sjálf, þau hafa mikið að gera, það er alls konar í gangi, þau eru úlingar, þau velja sér ekki endilega erfiðustu leiðina. Við verðum að velja hana fyrir þau. Já. Og það er þeir að mæta þeim á sínum stað og ef einhverjir ákveða það þá er kannski lagður áherslur á það megi slaka á en kannski síður hér og það er svolítið verið svona umræðin menntun undanfarið eða við ættum að einbeita okkur að hvað heitir það, STEM-greinar og þá er til dæmis bókmenntir og listir ekki lögð áherslu á það. Nei, hugvísindin náttúrulega þurfa alltaf svolítið að svara fyrir sig. Þannig að slakinn kemur meira þar ef það er slakað á. Já, ég meina nú er búið að skera gríðarlega niður til dæmis sögukennslu. Ég held að mér veist nú oft og við alltaf að kenna bæði sögu og trúarbrögð því ég þarf að stundum að kenna hver Jesú er og Júdas og svona til þess að þau skilji Júdasar peninginn og passi í sálmana og svona. Það auðvitað þú veist, í samfélagi sem leggur áherslu á framleiðni og bestun og þess áttar þá auðvitað á það sem að hefur ekki, hvað ég var að segja, sjáanlega framleiðni í sér falið, þá á það undir högg að sækja, eins bókmenntir og íslenska og hugvísindi þar á meðal. Nemendur mínum áðan bent á að það væri gríðarlega mikilvægt fyrir þau að fá að lesa bækur með flóknum orðaforða, það þyrfti að passa íslenskuna. Þau komu með þann vinkil í umræðin, ekki ég. Og eins og ég segi, þau skömmuðu mig fyrir að sletta. Og þeim finnst að það eigi að vera til meira efni fyrir þau, meira efni á íslensku, meira, þau vilja sé lagðir alveg peningar í að varðveita tungumálið og að efla þau sem manneskjur. Að búa til efni, en þá líka þýða efni eða? Já, ég meina það Myndum við vera í svona vandræði með það svona undanfarið eins og við höldum að við eigum þá að lifa í svona tveimur málheimum íslenskunni þar sem að vera íslenskt og svo tökum við bara allt hitt inn á ensku sem náttúrulega svolítið skrítin heimur. Sko hinn Norðurlandamálin standa sig gríðarlega vel í að þýða erlend efni yfir á þjóðtunguna. Ég bjó í Danmörku, þar var alltaf hægt að fá bækur á ensku. Ég fór á bókasöfn og las þýddar bækur á dönsku af því að það var það sem var í boði. Í Noregi er farin, af því þeir skilgreina sig sem örtungumál, þeir fara þá leið að ríkið kaupir ákveð mörg eintak á öllum barna- og ungmennabókum sem fara þá væntanlega á bókasöfn og þess aftar staði. Til þess að það borgi sig að gefa út þessar bækur. Ég veit að félag bókasafnsfræðinga hefur mjög talað fyrir þessari leið af því að bókasöfn eru líka eitt af því sem er skorið niður og skólabókasöfn, nú er Kvennaskólinn búin að loka sínu skólabókasafni sem ég finnst alveg skelfileg þróun. Þetta skilja eftir hjá skólum og sveitarfélögum sem að má alveg halda því fram að ráði illa við að viðhalda bókasöfnunum. Já, og það, eins og ég segi, þetta er bara forgangsmál þegar hentar ráðamönnum á tillitugum. Þeir leggja enga alvöru alúð eða peninga í þetta mál og ég ætla að fá að undanskilja aðeins Lilju Dögg Alfreðsdóttur sem hefur gert og lagt í hitt og þetta. Það má hún alveg eiga. En það, þú veist, það bara þarf meira en einstaka velviljaðan menntamálaráðherra. Það þarf, stjórnvöld þurfa að ákveða þetta sé forgangsmál að við getum sinnt námi og menntun barnanna okkar. Ef að öll umræðan fer í að mæta fólki þar sem það er og miðlægar stjórnsýslu einingar, ég það svo langt síðan ég hef heyrt ykkur tala um nám og innihald náms. Svo líka væri ég alveg til í að sjá einhvern tíma starffræðikennara að sitja og verja það akkur hann kennir teigurinn en ekki eitthvað annað. Sem eins og þið þurfum að verja. Ég meina við þurfum að vera í stanslausu samtali hvað við séum að gera börnunum með því að annarkvort, það var alveg listrænt í þessu viðtali Morgunblaðsins að þá voru framhaldsskóla skammaði bæði fyrir að kenna Laxness og svo vitlausan Laxness og erfiðan Laxness og að kenna ekki Laxness. Sömu grein, sko. Þannig að ég myndi líka vilja sjá samfélagslega breyting á viðhorfum, að fólk sé ekki bara í skóla til að fá að tekja eitthvað box og fá eitthvað próf. Fólk er að græða eitthvað inntak, einhvern hugsunarhátt, að læra að hugsa gaggrínið og að leggja mat sitt á heimildir og aðstæður. Þetta er eitthvað sem fólk á að læra í sínu námi.
Mér finnst það áherslan ætti að vera þarna en ekki á, ég meina prófgráður eru góðar og gildar en hvað þýðingu hafa þær ef að við ræðum ekki innihaldið. Er það hugmyndin að við séum að kenna börnunum svo að þau verði nýtir þjóðfélagsþegnar eftir einhverjum hugmyndum? Nýtir í starfskraftar í fyrirtækjum? Já, sko, maður velti fyrir sig hver En ég bara velti mig, þú ferði í þessi próf og svo gráður, hvað er það sem að... Já, hvað viltu að þið læri á að taka og fá þessar vottanir, sko, ef það má svo ekki leggja neina áherslu á námið að láta þið gera hluti sem eru erfiðir. Á hvaða vegferð erum við, svo ég taki mér nú þetta hræðilega orð í munn sem að allir eru alltaf þetta er alltaf allar vegferðir í þessu samfélagi. En hvert stefnum við, hvert viljum við fara ef við erum bara að horfa á skírteinið en ekki hvað liggur á bakvið það? Þá missir það alla merkingu, smátt og smátt. Erum við ekki að láta fyrirtækin skilgreina það hvernig fólk á að koma til starfa og svo aðlagar háskólinn sig að því og svo vil háskólinn að þið aðlagið sig að þeirra kröfum eða hvað? Jú, mér finnst sko líka mér finnst menntaskólinn að því það er nú mitt skólastig, þá finnst mér í fyrsta lagi, þá er ég nú bara mjög þakklátt fyrir að einhver að tala okkur yfir höfuð. Nú er að fara á stað þáttaröð hjá RÚV framhaldsskólann. Við erum alveg himinlifandi yfir að því að það er alltaf talað skólakerfið og það er bara grunnskólinn, sko. En mér finnst það oft gleymast að við erum okkar hlutverk, stúdentsprófið á að undirbúa fólk fyrir háskólanám. Það er okkar hlutverk, við eigum að undirbúa auðvitað gott að undirbúa fólk fyrir lífið og fyrir, ég meina þá vonandi lærið það eitthvað sem þau getur nýtt alveg sama í hvaða vinnu það endar í framtíðinni. En við eigum að gera fólk í stakk búið til þess að takast á við nám í háskóla. Og við tökum því hlutverki okkur mjög alvarlega í MH. Við teljum okkur undirbúa fólk mjög vel, við fáum góða endurgjöf frá okkar nemendum, við erum með ritgerðir í öllum íslensku áfengum sem að nemendum, ég hugsa nú að þeir var nú kannski ekki alveg að bjóka í gaukastíð eins og sjálfstæði fólki, þau voru allavega ekki að vera að spyrja núna því að þau skila ritgerð í næstu viku. En við viljum kenna gagnrýna hugsun og við viljum kenna góð og vönduð vinnubrögð og við viljum kenna á þessum tímum þegar gervigreind og falsfréttir og upplýsingar hafa aldrei einhvern veginn verið óljósar en þær eru einmitt núna. Það er svo mikilvægt að kenna fólki að hugsa sjálfstætt og gagnrýnið og leggja mat á hvaðan koma þessar upplýsingar og er þetta einhver sem ég vil leggja traust mitt á. Það kenna helst það sem að þú tekur langan tíma og þarft jafnvel einhverja svona ró til þess að meðtaka. Já, það var þeirra gagnrýni á okkur, svo ég segi nú frá því líka að í varðandi sjálfstætt fólk er að þau myndi vilja fá lengri tíma til að lesa hana og melta hana. Þess að þetta er bók sem maður þarf að hugsa svolítið og það er svolítið erfitt að því að það er svo mikið álag og mikið að gera og við lesum hana stuttum tíma og það er svolítið erfitt að hugsa hana. Já. Og það er kannski það sem maður heyri þá gagnrýni oft til dæmis styttingu á framhaldsskólanum, að þetta sé æviskeið sem er bara fínt að hafa aðeins meiri tíma? Já, mér finnst gott að auka sveigjanleika í námstíma, en þetta er engin stytting, þetta er kannski á maður að segja skerðing til náms, vegna þess að hið eiginlega stúdentspróf er stytt frekar lítið, það er námstíminn sem er styttur. Já, þú nærði á færri árum, einu ári. Þú nærði ekki á einu ári fyrir nema að þú sért í meirum fullu námi. Nú skilgreinir menntamálaráðuneyti fullt nám sem 30 einingar. Þetta verður kannski á legsteininu mínum, ég predika þetta svo mikið en til þess að klára 3 árum að því að þú þarft 205 til 10 til 15 einingar fyrir eftir í hvað skóla þú ert þá nærðu því ekki á 3 árum ef þú ert alltaf í fullu námi þá nærðu 180 einingum þannig að stúdentsprófið er 3,5 ár það er verið að leggja yfirvinnu á börnin okkar með því að ætlast til að klára þetta á 3 árum þetta er engin alvöru stytting þannig séð, sko. Það er bara gert á skemmri tíma. Þetta er samþjappað og þetta er meira álag. Og svo getur maður spurt hver er flýtirinn, af hverju liggur eitthvað svona á að þessi börn ljúki öll námi á nákvæmlega löngum tíma. Við erum náttúrulega með mjög öflugt félagslíf hjá okkur, við erum með mjög öflugt leikfélag og
Þau taka þátt í kórstarfi, við erum með afreksfólk í íþróttum og á hljóðfæri og svo glíma þau svo mikið við samviskubit yfir að kannski þurfa að hætta í einhverjum áfanga því þá geta þau ekki klárað námið á 3 árum. Í staðinn fyrir að við séum að kenna þeim að kannski hafa eitthvað jafnvægi í sínu lífi og mega stundum hafa frjálsa stund. Sko. Ég finn fyrir þetta, ég er að reyna að vera með þáttur inn í Rauðaborðinu þar sem ég vinn með framhaldsskólanema og reyndar stúlkur sem er að klára grunnskóla. Mér gengur mjög illa að finna tíma það eru bara svo uppteknar. Börn eru upptekin, hver stund er skipulögð frá því að vakna þangað til að fara að sofa. Og þetta álíka við fólk í háskóla. Það getur verið mjög erfitt að fá það hingað til viðtals, þess að það hefur bara eiginlega enga tíma. Já, það er sko bjartur í sumarhúsum í okkur öllum að kannski það helsta sem að býr í íslenskri þjóðarsál af bjartur í sumarhúsum að þurfa alltaf að vera að gera eitthvað. Og maður spyr sér stundum til hvers, af hverju þurfa öll börn að vera í 3 tómstundum og af hverju þurfa, af hverju þurfum við að hafa svona brjálega að gera. Við fórum til Spánar í skólaheimsóknir núna síðastliðið vor og okkur tekið á mót okkur í Alicante með því að maðurinn, kennarinn sem tók á mót okkur sagði það er gott að búa í Alicante, lífið er auðvelt í Alicante og það fyrsta sem ég hugsaði var þetta væri aldrei sagt á Íslandi, við viljum ekki viðurkenna það sé gott að lífið sé auðvelt. Herðu, Hildur, gaman að fá þig til að tala mikilvæg bók og mikilvægt mál. Já, takk fyrir, gaman sömuleiðis. Þetta eru þá lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestunum sem hefur hingað komið og Birgir Þorláks fyrir að taka viðtöl og Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest, hlustendur góðir og áhorfendur sem hafi breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Minni á að það eru þið sem hafi byggt upp samstöðuna, þið hafi byggt upp dreifikerfið bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að þið heyrið hér eða sjáið. Og þá finnir fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni samstöðarinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu, en það má líka segja þeir útasendingar á spilaran, spilari.is á netinu, og svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útastöður, hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið, til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar er við númer 5 á fjarstýringunni. Við erum líka komin í kabelkerfin hérna suður með sjó. Kannski eftir vill, ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða, þetta er Rauðaborð og í öðru þáttum samstöðunar. Það sem drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem hefur komist að því að samstöðun sé mikilvæg í íslensku samfélagi. Það er mikilvægt að halda uppi þessum umræðu vettvangi og fréttavitu. Og þá gerist fólk áskrifendur. Þú getur gert það líka, þú vilt vera einn af bakverðlum samstöðunar, þá ferðu inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráði fyrir 2.750 krónur sem er grunnáskrift, þú mátt borga meira þú vilt. Og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið. En það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er orðið gott hjá okkur í bili, ég segi góða nótt, en svo sjáumst við hérna aftur á morgun á slaginu klukkan 8, en þá var það sagðar fréttir. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.